Kvöldið góður áhorfendur, þið eru komin hérna á Selfoss TV þar sem IF Milan og IBVU er að fara að eigast við. Mjög spennandi leikur framundan, liðin er í harðri botnbaráttu, kom kannski mörgum óvart fyrir tímabilið en þau verma botnsætin. Ef við förum yfir leikmenn sem verða að leika hér í kvöld þá byrjum við að fara yfir lið gestana en það er Andri Ísak Sigfússon, Bjarki Svavarsson, Róbert Aron Horstedt, Agnar Smári Jónsson, Dagur Arnarsson, Baldur Haraldsson, Páll Eidal Ívarsson, Ólafur Magnússon, Ingar Ingólfsson, Ágúst Emil Gretarsson, Bergvin Haraldsson, Friðrik Magnússon og Arnar Pétursson. Þetta er líklega dýrasta lið sem að við hefur bara stíið inn á handboltavölli í fyrstu deildinni. Ég þori að halda því fram, er það ekki rétt hjá mér? Jú, ég myndir alveg halda það. Þetta er alveg allavega þá í dýrari kantinum ef það er ekki það dýrasta. Já, og IBVF er strax búið að skora, svo við kynnum okkur sjálfa. Ég heiti Árni Geir Hilmarsson og með mér situr Hólmar Höskuldsson. Já, ef við förum yfir lið heimamanna þá er þar Bogi Pétur Thorarinsson, Hermann Guðmundsson, Ketill Heiðar Hauksson, Gunnar Ingi Jónsson, Atli Kristinsson, Eyþór Jónsson, Einar Sindri Ólafsson, Gunnar Páll Júlíusson, Trausti Elva Magnússon, Gísli Frank Olgeirsson, Hlynur Steinn Bóasson, Páll Dagur Bergsson, Sævar Ingi Eiðsson og stóri strákurinn og hetja okkar Selfyssinga, Ómar Vignir Helgason. En þá komum við að leiknum. IF Milan er í sókn, eru einu marki undir og Páll Dagur er með feilsendingu. Róbert Aron ber upp boltan, sendir hann í hornið, það missir hann en hann kemur í gegn. Hermann Guðmundsson. Heppnir ekki með honum Hermanni þannig. Hermann Guðmundsson varði boltan þarna og hann fór upp í loftið með glæsilegum snúning og endar inn í markinu. 2-0 fyrir IBVF. Mílanmenn í sóknina, Páll, og eins og maður sjá þá er línumaðurinn Gunnar Páll að leysa hægri skyttustöðuna. Já, hann er mjög öflugur í hægri skyttunni. Já, eins og maður sjá þá eiga til með að leysa mikið inn. Páll Dagur með aðra feilsendingu. Dagur Arnarsson fyrir gegn og Hermann er annað hraðahlaup. Þessi bolti fer ekki inn hins vegar. Ef við förum yfir byrjunarliðið þá er byrjunarliðið hjá IF Milan, þar er Sævar Ingi Gíslason í vinstra horninu, Atli Kristinsson í vinstra horni, Páll Dagur miðunni, Gunnar Páll Júlíusson í hægri skyttu, Trausti Elvar í hægra horni og Ómar Vignir Helgason á línunni. Og í markinu er Hermann Guðmundsson. Hólmar, þú kannski ferði yfir liðið IBVF manna? Já, í byrjunarliði IBVF er það í markinu Andri Ísak, sér erum við með Agnar Smára, Róbert Aron, Dagur Árnarsson og mér sýnist þetta að vera, hver er þetta? Það er einn númer 36. Það er Bergvin Haraldsson, hann er þarna fyrir aftan, spila línu. Og leikmaður númer það er einhver katastrófa í gangi hérna. Basti hlær og hlær. Einhverja tafir, en þá byrjar leikurinn aftur. Menn eru hressir hér í byrjun. 2-0 fyrir IBVF. IBVF búið að fá 2 hraðahlaup. Hermann er búinn að verja þau bæði, annað endaði inni. En þá er Milan með boltan, þeir taka sama kerfið aftur og Páll Dagur tekur skotið og Andri Ísak verður þetta glæsilega hana. Þá flytja IBVF menn og Róbert hann upp og þetta er glæsilegt mark. Gunnar Páll, Trausti með boltan. Aftur yfir á Gunnar Pál. Atli. Gunnar Páll með boltan. Já, Páll Dagur sendir yfir, Atli sækir á og sendir yfir á Palla. Palli með skot og hann skorar. Þessi endar inni. Milan-menn komnir á blað, ísinn brotinn, nú gerist eitthvað stórkostlegast. IBVF kemur í sókn, Róbert Aron kemur inn á miðju og það er brotið á honum, Hermann ver. IBVF heldur boltanum. Dagur á miðjunni, stýrir spili, Eyjamanna, Agnar Smári Hermann, Dagur og Róbert.
Þeir taka júkafærsluna, Róbert kemur inn á miðju, sendir yfir Agnar, Agnar kemur 1-1 á Ómar, línan er þarna að hreyfa sig mikið á bakvið og Róbert í skotið og hann skorar. Mílamenn verða að gera betur þarna, mæta út, það er ekki hægt að leyfa þessum að leika lausum hala í allt kvöld. Nei, annars fæði þessi maður bara að skora nánast að vild. Já, hann er búinn að vera að glíma við meiðsli fyrir áramót, þess vegna er hann nú líklega á skýrslu hér í kvöld. Hann er ekki búinn að spila marga leiki með aðaliðið IBVF, óheppnin að vera meiddur svona mikið. Já, gott að koma sér svona í gang með nokkrum leikjum í fyrstu deildinni. Já, já. Þá var það Trausti. Trausti sem kemur á horninu og Trausti með skotið, það er í stöngina, þetta er innkast, vörnin kom hann við boltan. Öflugt skot hjá Trausta kom úr horninu og Bilming skot hann í stöngina. Pallisti sendir á Atla, Atli verður upp í loftið og það er tekið Hávörð. Spil Mílanmanna frekar daburt, þetta er mikið einstaklingsframtak, það er spurning hvort að... Já, það er spurning að fá aðeins meiri hreyfanleika á boltan. Já. Atli, Gunnar. Atli í hornið, Sævar sækir á og sendir á Gunnar á línuna og Gunnar skorar. Og það er gult spjald á Róbert Aron, kipti þarna aðeins í Gunnar. Gunnar sýnir hérna mikil tilþrif. Já, já, glæsilegu maður. En þá fer IBVF í sókn. Og enn og aftur er það Dagur sem stjórnar spilinu. Já, já, Róbert með boltan og Dagur og... Þá býst henni bara við því að maður fá að sjá júkafærslu, hún hefur verið að ganga. Já, kemur júkafærslan, Róbert kemur inn á miðju, Palli mætur honum, Dagur fær boltan og Dagur með gott skot og skorar. Og gult spjald á Palla, hann fer hann í loftinu og Dagur meðir sig eitthvað aðeins. Dagur kveinkar sér eitthvað. Fær einhvern nikk á bakið, en hann er staðinn upp og heldur áfram. Hann er hörku tól eins og faðir sinn. Og þá er Mílan komið í sókn. Þá var það Atli. Já. Yfir á Sævar. Og Páll. Gunnar. Og þá býst ég við að sjá bara innleysingu hjá Gunnari Páli núna. Já, já. Palli er hættur að draga sig svona út til hægri eins og í byrjun. Það var ekki að ganga. Og þarna hefði ég vilja sjá boltan enda á línunni en ágætið skot hjá Palla sem hann tekur. Þetta var bara ekki alveg nógu góð hæð á skotinu. Nei, þetta er þessi... Róbert kemur, sækir á, hann stoppar, Dagur fær boltan. Róbert er einn á móti Atla og Hermann ver. Mílamenn ekki með snöggi fram. Þrátt fyrir miklar og góðar æfingar yfir jólatíðina þá virðist Basti ætla að stilla sig upp þannig að þeir spili rólega upp í byrjun, hafa aga á sóknarleiknum. Og þá stoppaði leikinn, það er einhver katastrófa þarna á klukkunni. Birgir Örn Harðarsson og Hannes Höskuldsson sjáum rittarstörf hér í dag. Og það er gult spjald á Sebastian. Ekki veit ég nú alveg út af hverju en það lítur nú að vera einhver ástæða fyrir því. Já. Basti hlæri nú samt bara. Já, já. Menn hafa gaman að þessu. Já, já. Enda svo sem engin önnur ástæða til. Nei. Og Trausti Elvar, Gunnar Páll, Páll Dagur, Atli, Páll aftur, Gunnar, þá kemur innleysingin. Og Trausti yfir á Palla. Já, Palli sendir yfir á Atla. Einhver vandræðagangur á þeim hana. Ef þeir ætla að fá Atla í einhver skot þá verða þeir nú að spila eins hraðar. Hann er búinn að vera mjög staður og IBVF menn sækja hratt. Róbert sækir hér á, Dagur boltan og þeir róa. Já, og hvað ætli hann stilla upp í hann Dagur? Kemur júkafærslan. Jú, ætli það ekki, jú. Og Róbert kemur og sækir inn á miðju. Já, Palli mætir út og Aggi sækir á. Dagur fær boltan, sendir hann niður í hornið, galopið en Hermann ver. Glæsilega varsla hérna hjá Hermanni. Stór leikur hjá Hermanni Guðmundsson. Sem er komið með, hvað held ég, 3 eða 4 bolta? Ég held að þetta sé hans, já, 50 bolti. Það var 1 þarna fríkast, þannig að 4 bolta komnir á hann. Jæja, Mílan komið í sókn. Atli er komin á miðjuna og Palli í vinstriskiptuna. Og þá kemur þessi klassiska innleysing. Já, Gunnar leysir inn og Atli með skotið í robba og inn. Fær eitthvað aðeins högg hérna á sig.
og þá kemur Aggi, kemur IBVF klipping og Dagur kemur þarna breytt hægra megin, klippir hornið inn, það kemur sending langt fram hjá Agga. IBVF menn eru ofta að koma með eitthvað svona nýtt sem mjög sniðugt í handboltanum. Frægir fyrir sína 5-1 vörn sem hefur búin að sigra nokkra titla hérna undanförnum árum. Svo eru þeir með sérstaklega klippinga líka sem þeir taka. En nóg það, þá Mílan komið í sókn. Og Atli á miðunni sem fyrr. Gunnar Palli sér inn. Og Palli sækir á. Og Atli fær boltan. Trausti kemur og Trausti með skot sem að vörnin tekur. Já, þetta er einhvern veginn ótímabær skot sem Mílan mennir að taka. Robby kemur, sækir inn á miðju og skilur Palla eftir og skorar. Vinklar þannig að hann bara snirtilega. Já. Við erum ekkert að fara að lækja það neitt meir. Reimarnar eru nú fastar hjá honum Páli, en spurning hvort að sé eitthvað annað laust. Já, þetta var allavega hann var skilinn eftir, greip í tómt. En það er engin smástjarna þarna á ferðinni. Og þá er það Atli yfir á Gunnar sem leysir þá inn. Já, og Atli sækir á. Hvað gerir Páll? Og Palli með inn á Ómar og þetta, Ómar nær að losa boltann, það er búið að dæma fríkast. Ómar ekki sáttur með þessa ákvörðun dómara. Nei, og Atli með skoti sem að markmaðurinn tekur, en það er innkast sem Mílanmenn eiga. Jæja, Ómar fær boltan, Palli, Atli á miðunni, Trausti kemur út og Palli sækir á og vel gert hjá, fínt. Vel spila hjá Palla, bara síðasta sendingin hefði mátt vera aðeins betri. Og þá kemur Atli og sendir út í hornið og Trausti skellir honum þarna yfir hausinn á markmannum skeytinu. Þvílík sleggja, IBVF menn eru fljótið fram og Trausti stelur boltanum. Glæsilega gert hjá honum Trausta. Já, dýrasta sóknarlína. Fyrstu deildarinnar þarna kasta boltanum í hendur Mílunar. Trausti smelt honum í skeytin og stal honum svo á leiðinni tilbaka. Glæsilegt. Þá fáum við sennilega bara hérna. Já, þetta, nei, herðu, Sævar leysir inn úr vinstra horninu. Nú er ég alveg gáttaður. Eitthvað verið að brjóta upp í. Gunnar Páll leysir inn ykkar og Sævar út og það kemur klikkuð þarna klipping og Trausti, Trausti verið heim og það kemur sending yfir í hægra hornið og hann skorar. Leikmaður númer 73 sem er nú reyndar ekki skráður á skýrslunni hjá þeim. En við komumst kannski að því í hálfleik hver þessi ónefndi leikmaður er. Þá var staðan 7-4 fyrir IBVF. 10 mínútur og 40 sekúndur liðnar að leiknum. Og Sævar leysir inn, kemur út, fær boltan aftur, sendur á Atla. Atli sendur á Palla. Þeir taka hana stöðuskipti. Aftur eru IBVF menn alveg í boltanum og Atli farin út í vinstra megin og þetta var allt að leggja með boltan. Og Robby kemur út og brýtur á Palla. Það er til að sjá aðeins hraðar að spila í Mílunni og nei! Þvílíkt skot! Bilming skot hana, alveg upp í þaknetið. Undir handa skot yfir hausinn á markmanninum, sláininn. Andri Ísak hefur engum vörnum við hérna. Góðan daginn, Palli Sleggja hefur skráð sig til leiks í dag. Æja, þá er stemming að myndast í stúkunni, Mílamenn farnir að klappa á bekknum og allt í gangi. Staðan 7-5 og IBVF í sókn. Æja, Dagur stjórnar, Aggi, Dagur. Þá kemur þetta Kairó. Já, línumæðurinn kemur út og fær boltan og Róbert sækir á. Róbert stekkur upp og sendur á Agnar, fær hann aftur út í hægra megin. Aggi komin á miðuna og Ómar tekur bara Robba og Atli er aðleitt frammi. Sævar sendur hann fram og Atli skorar. Glæsilega gert hérna hjá Mílumönnum. 7-6. Standa vörnina vel og... Já, þetta var fín vörn. Þá er það Dagur. Já, og Robby, Dagur, þeir taka aftur Kairó. Þá kemur línumæðurinn út, sendir á Agnar út í hægra megin. Aggi með sendingu yfir á Dag, en Dagur bara grípur ekki boltan. Þá geta Mílamenn jafna leikinn. Já. Trausti Elvar með boltan, Gunnar, Atli, Palli, allir maður búist á ekki við þessari klassísku línu, nei.
Er það nú eitthvað að hlaupa út á vanum hérna? Nei, hér kemur þessi klassíska línu. Þetta takja manna línuspil, Sævar með boltan yfir á Pál. Og Pál með snöggt skot. Nei. Palli að skora sitt 3. mark í dag og Mílan er búið að jafna. Staðan 7-7. Áfram Mílan! Palli virðist vera að bæta henni upp fyrir sín fyrri mistök í leiknum í dag. Tók hennar 2 feilsendingar í byrjun en virðist ætla að bæta þetta upp með nokkrum gífurlega flottum mörkum. Já, efnilegu leikmaður, hann er fæddur hvað? 1999? Já. Spila með 3. flokki Selfoss. Já, og þá takaði Cairo aftur, línumaðurinn reynir að brjótast í gegn en Palli og Atli eru vel vakandi. Þetta þarf að taka á réttum staðstrákar, segir Jón Kall, kempan frá úr Hafnarfirðinum. Er að dæma hana leik. Þá kemur Cairo aftur. Og Agnar Smári með skot og skorar. Atli tók þetta nú aðeins í hávörn. Spurning hvort að hemmiði varið hennar bolta annars. Þá eru Mílamenn eftir komnir í sók. Svona svo við förum aðeins yfir í heimsmeistaramótið. Þá eru Norðmenn ennþá yfir gegn Króötum 15-14 og 7 mínútur búnar af seinni hálfleik. En þá aftur að aðaleiknum. 8-7 fyrir IBVF. Herru, þá er Hlynur Steinn Bóasson kominn inn á miðjuna. Já, Atli hvílir sig. Hvað gerir Hlynur? Klippir Trausta, fær hann aftur í horninu. Hlynur fer inn og skorar glæsilegt, vel gert. Þetta er í ánægðar að sjá, menn að fagna. Æja, Róbert sækir á, þetta gengur ekki lengur. Og Agnar, og það verður að mæta þessu manni. Þetta er skotfastasti maðurinn á vellinum. Ég segi þá að skrifa. Já, ég held við getum allir tekið undir það. Já. Nú er að segjast að meðalaldurinn er ekki mjög hárinn á vellinum fyrir að undantöldum Ómar Vigni sem hækkar töluvert en hér menn að voru Sævar sem eru fæddir 96 og Gunnar Páll líka ef ég er ekki fram með vitlaust mál 95 og síðan eru það Hlynur Steinn Trausti og Trausti fæddir 98 og Páll Dagur 99 þannig ungir og efnilegir strákar að ferð og Agnar reynir kemst í gegn. Og Agnar að skora sitt 3. mark í röð. Ómar ekki alveg að ráða við hann 1-1 og IBVF kemst í 10-8. Vantar eitthvað örlítið upp á snerpuna hjá fangaverðinum. Já, hann er vanur að eiga við minni menn greinilega en Agnar. Eða, já, minn og ekki minni. Æja, þá er Mílan í sókn. Gunnar kemur, leysir inn. Sævar er komin í hægri skítuna, Hlynur Steinn á miðjunni. Palli sendir hann yfir. Sævar kemur og Sævar með lúmst skot sem endar í stönginni. Virkilega skemmtilegt skot. Það hefði verið gaman að sjá þennan inni. Já, þetta var svona lauma svo kölluð undirhandar. Þá kemur Robbi á, hann sækir á Palla, sendir yfir á Dagur skýtur svolítið framhjá. Hann er greinilega orðið hræddur við Hermann, skiljanlega, búinn að verja eins og berserkur í markinu. Þá voru Mílamenn enn og aftur í sókn. Og þá var það Hlynur og Palla, Sævar, aftur á Hlynurna. Gunnar Páll leysir inn. Já, Gunnar leysir inn, þetta er svona frekar hægt. Mílamenn það kemur misjafn klipping hérna hjá Hlyn og Trausta. Mílamenn að spila svolítið svona hægan króatískan bolta. Og þá kemur Robbi, sækir á og hann skilur Hlyn eftir, finnur línuna og það er augljóst vítakast og Ómar Vignir hlýtur gula spjaldið. Hann er líklega að sjá það í annað eða þriðja skiptið á ferlinum. Þá er Dagur á vítapunktunum og Hermann er mínir sína undarlegu markmannstekni og Dagur skorar. Ég hef tekið víti á hann Hermann og þá beitt hann einnig þessari tækni. Þetta minnir svolítið á Jerzy Dudek, markmann hjá Liverpool. Gerði Garðan frægan í Istanbul 2005. Já, það sem hann varði hvert víti á fætur öðrum. Nóg það, Mílan er kominn sókn, Hlynur Steinn vinstra megin, Páll á miðjunni, sækir Hlynur á, sendir yfir í hægra horni glæsilegt og Trausti hoppar upp og setur hann. Fínt, beið lengi, sett hann svo bara upp í nær. Virkilega vel gert hjá þessum ungu piltum. Já. Þetta er flott bara. 11-9, nú er Mílan bara að minnka þetta aðeins.
Æja, þá huldumaðurinn úr hægra horninu kominn í hægri skyttuna og Dagur á miðjunni, Róbert vinstra megin og Robby sækir á og komið í umferð á hans skjóti og Hlynur að spila hérna hörku vörn og þá kemur Robby og Dagur misheppnað línusending og Ómar kastar sér á boltan. Hlynur fer á fulla ferð og róið þetta bara, strákar. Virkilega vel gert hjá Mílumönnum þarna. Já. Aldrei séð Ómar svona snögga niður. Nei, hann var ekki alveg jafn snöggur upp aftur. Nei, Þyngdaraflið eitthvað að stríða honum. Þá Atli kominn aftur inn á, Hlynur kemur á bekkinn, fín innkoma hjá Hlyn. Og Sævar sækir á hornamanninn, kemur með hann áfram og Palli með skot beint á markmanninn. Og einhver furðulega athæfi í gangi hérna. Þá þetta huldumaður sem að fá gulaspjaldið? Það góð spurning. Ég tók ekki eftir því hver var að fá guldspjald, en það var einhver. Það var lausleg bending hjá dómaranum. Þá fer Dagur boltan enn og aftur upp. Já, þeir skipta. Dagur verður vinstra megin og Robby fer á miðjuna. Og huldumaðurinn enn og aftur í hægri skyttinu. Já, og þá takaði Kairó, línumaðurinn kemur út, Dagur endar á miðjunni, Robby kemur aftur út, var búinn að leysa inn, kemur út og huldumaðurinn með skot sem að Ómar tekur í vörninni, Atli fer upp í hraðarplögg, fer fram hjá Degi og hann ver frá honum. Þetta var virkilega góð varsla í markinu. Já, virkilega flott hjá honum andra. Markmennirnir eru að reynast hraðarplöggsmönnum erfiðir hér í dag. Sami hvoru liðin eru og Páll gengur vasklega fram og brýtur fríkast. Og það leiklega. Æja, svo förum yfir á heimsmeistaramótið. Staðan 16-16, þannig að leikurinn í járnum. Ef við kíkjum aðeins á stöðun í þeim leik, þá Domango Duniak ekki búinn að eiga sinn besta leik. Hann með 2 mörk og 7 skotum. Og Zlatko Horvat með 4 mörk og 4 skotum, líklega eitthvað að þeim víti. Mano Störleik með 1, Selko Musa með 1, Marko Mamic með 3, Luka Sebetic með 1. Hjá norskurunum Sander Sagosen með 2 mörk, Bjarti Mýrhól línumaðurinn stæðilegi með 3 mörk, Kristján Björnsen með 4, Magnús Gulleröd með 1, Eyvind Tangen með 3 og Espeli Hansen, minn uppáhaldsleikmaður í norska liðinu, með 3 mörk. Markmaður Króata hefur víst verið að fara hamförum. Já. Og hefur verið að verja hvern boltan á fætur öðrum. Það spurning hvort ég náði þessu yfir á ensku, svo ég skilji eitthvað í þessu. Ég ekki sleipur í frönskunni. Herðu, leikurinn komin aftur í gang. Róbert með boltan út í hægra megin, Dagur með hann á miðjunni og Agnar út í hægra megin. Huldumaðurinn búinn að hörfa niður í hægra horni aftur. Já, og það komin nýr línumaður, leikmaður númer 13 sem Páll Eidal og hér kemur Róbert, sækir á Palla. Palli stendur killi flatur og hann setur hann bara framhjá Hermanni og Palla. Króatarnir komnir yfir 17-16. En staðan í aðaleiknum 12-9 fyrir IBVF gegn IF Milan þegar 20 mínútur eru búin að leiknum. Árað Atli, Palla, yfir að trausta og Sævar leysir inn. Gunnar Ingi kominn hann í hægri skyttuna. Gunnar með boltan, Páll og þá fær Atlan og Palli kemur, Palli með skot yfir, þetta var fínt færi. Palli á bara að setja hann á bolta. Ná þessu bolta bara niður og þá var hann inni. Já, IBVF kemur og Agnar Smári upp og hann smellir honum skeytin inn. Hermann kemur engum vörnum við og... Ómar gerir það ekki heldur. En sóknarleikur Mílunar aðeins hraðari eftir að Gunnar Ingi kom út í hægra megin. Og voru búin að vera með Gunnar Pál, nafna hans Gunnars Inga, út í hægra megin, en hann rétthendur línumaður, ekki örvhend skytta. En þá
Sævar Ingi tekur þarna stutt einleysingu, leysir strax út aftur, Atli sækir á, Palli farin á miðunni, Gunni og Palli. Þeir eru að skerma núna, þetta er fræga IBF-vörnin, þeir eru að reyna að skerma, koma í veg fyrir að spili sér auðvelt á milli kanta. Sævar kemur út úr horninu og fær hann og reynir að móða honum inn á línuna en það var búið að brjóta á honum. IBF að standa virkilega flott að vörnina. Já, þetta er góð vörn hjá þeim núna. Og þá kemur Atli og Atli fyrir skotið og það er í stöngina. Og þá er Huldumaðurinn komin í hraðaplöp og Hermann verið þetta. Hermann að verja sitt 3. hraðaplöp hér í dag. Já, og allt frá Huldumanninum okkar að ég held. Allt nema 1. Dagur, hann tók 1 frá Degi. Og þá eru Mílumenn enn og aftur í só. Sævar Ingi er sem fyrir í horninu og Gunnar Páll á línunni. Trausti er í hægra horninu, Atli Kristinsson í vinstri skyttunni, Páll á miðunni og Gunnar Ingi í hægri skyttu. Gunnar kemur út og fær boltan og misefnir sendingarna og Atli sækir á og sendir yfir á Gunnar Páll á línunni og þetta er bara víti. Það er vítakast. Gunni skorar. Eða það var nú eitthvað mikið hann í gangi, hann rétt svo fekk boltan í hendurnar hann í endan. Þeir voru einhvern veginn báðir með hann og Róbert báðir og samt ekki. Gunnar Ingi fer á vítalínuna og það er flautað og Gunnar Ingi skorar. Öruggt víti. Já, 13-10. Jæja, þá kemur IBF í enn eina sóknina. Og Ólífer Magnússon er í vinstra horninu hjá þeim, Róbert Aron Horstedt í vinstri skyttu, Dagur Arnarsson á miðjunni, Agnar Smári Jónsson út í hægra megin, Páll Eidal Ívarsson á línunni og Huldumaðurinn í hægra horninu. Jæja, og þá er þið búin að skipta stöðu, Dagur og Róbert fær hann á miðjunni og Hermann verða bara. Og Mílan róa leikinn sem fyrr, þeir eru ekkert mikið að geysast í sóknina. Það kemur mikið óvart að Ketill Heiðar sé ekki í byrjunarliði Mílumanna hér í dag. Hann er geysilega öflugur leikmaður sem kemur úr uppeldisstarfi UMF Samheiðar úr Gaulverjabæjarhreppnum. Hornamaður, virkilega lungi með boltan. Og Sævar Ingi kemur í yfirhandafytun og setur hann. Glæsilega gert inn á Sævari. En svo að Evrópumótinu þá er staðan 18-16 fyrir Króatíu og Normenn er í só. Og þarna vinnur Mílan boltan, Róbert gerir mikið Trausti dribla fram og með furðulega sending á Gunna sem að dettur við það að grípa þetta. Hefði nú bara viljað sjá Traust að dribla kannski bara aðeins lengra. Jæja. Trausti Sebastian Alexandersson leiðbeinir sínum mönnum hérna. Jæja, hann gerir það með prósóður. Já, og Gunnar Ingi sækir á, Trausti kemur út úr horninu, Gunnar og Palli og Atli og Lína kemur út, Gunnar kemur út og Atli með sendingu yfir á Gunnar. Það kann að hljóma þannig eins og Gunnar sé allstaðar en hann er bæði á línunni og í hægri skyttunni þannig að þetta er ekkert skytið og það er harkalega tekist á henni á línunni, Atli næri ekki að koma henni á línuna, engin. Þetta eru tröll að eigast við. Jæja. Það fær Sævar hann aftur, ætlar hann að koma aftur í yfirhundafytun. Nei, hann kemur bara í skoti og það er varið og það er innkast. Fínt skot hjá Sævari kannski. Svolítið í milli hæðin. Fínt tilraun. Jæja, Gunnar sækir á. Atli, Palli, þetta er orðin svolítið löngsókn. Kemur Gunnar Ingi á og sendir hann yfir á Palla sem sendir með vægasagt dapra sendingu í hornið sem að Sævar á ekki möguleika að grípa. Þá geysast IBF menn upp, Róbert sækir á, Dagur er komin hérna út í vinstra megin og Gunni er búinn að lesa hann í fyrra dag, sýnist mér bara. Já, rosalega lítið sem Dagur getur gert hana. Já, Gunni var alveg mættur með þetta. Jæja, þá stillir Dagur upp í eitthvað kerfi. Agnar Smári sem fer út í hægra megin og Robbi þarna. Og Robbi með boltan, Dagur stoppar þarna, kemur og klippir Agga. Aggi með sendingu niður í hornið. Og Robbi hægir á þessu, Dagur kemur aftur á miðjuna og þá kemur Dagur í skotlinduna og yfir á línuna og þetta hlýtur að vera vítakast. Engin spurning hann. Nei, þetta er aldrei spurning. Sama hvað.
framsóknar grænu Mílan menn segja, þá var þetta aldrei neitt annað í víti. Og Bogi Pétur Thorarensen kominn í markið. Þvílík innkoma hjá manninum. Æja, nú Dagur hættur. Og Bogi ver vítið! Hvað annað en að verja þetta víti? Þegar maður kemur með svona innkomi í markið þá maður aldrei að fara að gera neitt annað en að verja þetta víti. Og IBVF tekur leikhlé. Gáfulegt að taka leikhlé. Það virkilega mikilvægt að stoppa svona þegar eitthvað svona gerist, eins og þessi innkoma hjá Boga. Það brýtur svolítið liðið niður, sko. Þá að gera að taka leikhlé og ýta á endurbyrjunartakkan. Já, svo við förum yfir á HM, þar búið jafna 18-18 og Króatar þá væntanlega á leiðin í sókn næst, en staðan í þessum leik 13-11 fyrir IBVF og Mílan með boltan. Mílanliðið óbreytt að mestuleyti nema Gunnar Páll kominn í hægra hornið og Ómar á línuna. Þá ætlaði væntanlega að fara að láta Gunnar leysa inn úr hægra horninu. Og Gunnararnir skiptast á boltunum. Hanna leysir hann inn. Og Atli með boltan, Gunnar kemur út, fær hann aftur og Atli og Gunnar fær hann á línunni og setur hann í stöngina. Gífurlega vel gert hjá Mílumönnum hann, við hefum viljað sjá hann að bolta inni. Já, annarkvort inni eða bara láta aðeins heyri í sér, sjá hvort það væri ekki hægt að dæma víti og Aggi kemur hann í klippingu og þarna allt opið. Algjörlega slæm sendingin í hornið þegar Mílamenn ná að loka þessu. Það var bara fín vörn. Jæja. Hvað gerir þá stjörnum brýtlið úr IBVF? Það var ekki yfir á Dag. Robbi. Dagur sækir yfir á Agga. Agnar heldur áfram sínum stjörnuleik og setur enn eitt markið. Leiðist alltaf klúra skoti hérna. Nei, hann er ótrúlega skotfastur þessi gutti. Þessi 23 ára gutti. Þá eru Mílumenn enn og aftur komnir í sókn á sínu göngu tempói. Og Gunnar Páll leysir inn. Páll, Atli, yfir á Gunnar, Atli. Og þarna á Palli náttúrulega bara sækja á og Atli reynir og það er dæmdur ruðningur. Þetta var furðulegt og þá dæma dómarar oft bara eitthvað og það sendt niður í vinstra hornið og Hermann ver þetta. Það var svolítið þröngt færi, erfitt fyrsta færi að taka eftir 28 mínútna leik. Það verður bara að segjast. Sérstaklega gegn Hermanni, hann er lævís. Jæja, þá er Mílan komið í sókn og Páll með hann á miðinni. Gunnar hérna út í hægra megin. Gunnar leysir inn og Gunnar með boltan og Atli, Gunnar kemur, fær hann á línunni og Atli sendir hann yfir á Palla og Palli með skot beint tilbaka og Gunnar virðist þetta, nei, Andri Ísak virðist ná þessum bolta og Ómar Ingi. Jæja, og þá ætlar IBVF að reyna að sækja hratta sem að Ómar ekkert mjög hraður tilbaka og Robbi reynir að opna hornið, gengur ekki. Gunnar Ingi og Páll eru núna í þristunum hjá Mílunni. Jæja, og Dagur kemur og klippir og þetta er skot sem Hermann verður bara að taka. Robbi fékk hérna, mjög gott færi en hann setur hann bara einhvern veginn alveg hjá höndunum á Hermanni. Ég finnst bara eins og hann að taka hann á bolta. Já, og Hermann ekki sáttur. Hann er bæði ósáttur við sig og varnarmennina. Jæja, það er ágætt.
Herðu, þá Sævar með boltan yfir á Atla. Páll yfir á Gunnar, sem sendir yfir á Gunnar, sem sendir aftur yfir á Gunnar og Gunnar leysir inn. Páll, Atli, Gunnar, Atli, Sævar fintar sig í gegn. Og skorar. Vel gert hana hjá Sævari. Sævar lappaði, já, þetta er ólögleg miðja, alveg svakalega ólögleg. Jæja, það er 14 sekúnd 13 eftir að fyrirháleik og hvað gerist þá? Dagur kemur, sækir á, hann hlýtur að klippa Agnar Smára, Aggi klítur, hvað var dæmt ólögleg blokkering sýnist mér og Gunnar skýtur að markinu og það er varið. Mögnuð varsla. Herðu, staðan í leikliði er 15-12 fyrir IBVF. Staðan í leik Króata og Normanna er 20-20 og Normann eru só. Og það eru 7 mínútur eftir að leiknum. Háspennu leikur á RÚV 2, hvet fólk til að kannski fylgjast með honum í hálfleik. Áður en þeir setjast aftur við töluskjáin.
Jæja, áhorfendur, þá seinni hálfleikurinn kominn í gang. Mílamenn byrja með boltan, staðan 15-12. Og síðan allt í járnum inn á HM, 12 sekundur eftir og staðan 22-22. Króata með boltan. En að Mílanleiknum, við erum búin að koma að staði hver huldumaðurinn Það Ágúst Emil Gretarsson sem búin að leysa hægri hornastöðuna af hjá IBF. Með vitlaust númerskráð á skýrsluna hjá okkur. Já, bæði lið eru með eitthvað númerarugl í gangi og sko, nýjasta slúðrið segir að hvorugt liðið hyggist kæra. Það þannig. Hvorugt liðið ætlar að kæra þó að sé smá númeravesen í gangi. En þá eru Mílamenn í sókn. 5 sekundur. Jæja, og Atli sækir á, sendir hann á Gunnar Inga, Gunni sendir á Hlinn, Atli fara hann hérna út í hægra megin og það fríkast hérna megin og það víti á HM, það jafnt og hvað, leiktíminn búinn? Leiktíminn rönnin út og Króatar eiga víti. Og nú það spurning hver fer á og Atli með skot sem að Andri Ísak ver. Já, hann sendir fram. Og Hlynur mætir og brýtur. Gífurlega góða vörnina hjá Hlyni. Og Róbert sækir á. Og virkilega góð vörn hjá Hlyni aftur. Hann ekki hræddur við það að mæta atvinnumönnunum. Gefur stórstjörnunni ekkert eftir. Nei, hann fær hann högg á versta stað, sýnist mér. Holy Testicle Tuesday eins og við segjum. Jæja, þá skiptum yfir á HM, þar sem að það víti. Og hvað gerist? Hann ver þetta og það á leiðin í framlengingu. Hann varði víti. Jæja, það framlenging hjá Norðmönnum og Króatum og hérna eru þeir að dæma. Hvað? 2 mínútna brottvísun. Jæja, Hlynur var búinn að ganga vasklega fram. Þeir komust hvorki lönd né strönd gegn honum. Agnar Smári sótti þarna á hann reyndi að taka snúningsfintu. Hlynur hélt honum bara. En dómurunum fannst eitthvað að þessu. Já, það nú líklega rétt, þetta var nú svolítið peysutók. Já, mögulega. Þetta rosalega tvísýnt brot svo sem. Já, fyrstu 2 mínútna brottvísunin í leiknum, þetta búið að fara friðsamlega fram. 15-12 fyrir IBVF. Leikurinn að HM leiðin í framlengingu og Agnar Smári sækir á. Boltinn endar í horninu og hann skorar. Það væntanlega leikmaður númer 17, Oliver Magnússon, skora fyrsta markið sitt í dag. Gott að vera komin á blað. Jæja, þá fara Mílamenn í sókn, einum færri. Þeir ætla ekki að bregða það ráð að kippa boga út af og setja auka mann í sóknina. Nei, enda kannski ekki mjög skynsamur hlutur þar sem að Mílamenn ekki þess nægstu í deildinni. Nei, þeir eru næstir. Jæja, og Ómar Vignir leysir inn og Gunnar Páll líka og Sævar sækir á og tekur snúningsfittu og snúningsskot og snýr hann bara í allar áttir sem þetta að snúa í. Snýr í allar áttir. Jæja, Gunnar með boltan, Atli sækir á og skorar. Þessi ratar inn. Jæja, IBVF komið í sókn. 50 sekundur eftir að refsingunni. Róbert með boltan, Dagur kemur og skýtur og Bogi ver þetta. Hvað annað? Bogi búinn að vera gífurlega flottur. 75% markværsla með 3 varin skot, 1 fengið á sig. Þvílík innkoma. Dagur 0-2 á Boga. Jæja, þá leysa Ómar og Gunnar inn. Sikkur megin, Gunnar Ingi sækir á, sendir á Atli sendir á Sævar sendir á Gunnar sem kom út af línunni og hvað Sævar að gera þarna? Þetta virkilega óíþróttamannslegt. Nei, hvað segir maður? Hvað ég að bulla? Þetta ekkert óíþróttamannslegt, bara klaufaskapur. Já. Jæja, Robbi með boltan og Dagur og Agnar Smári. Dagur aftur. Robbi. Já, Dagur skiptir upp í kerfi, tekur
Dutsebaev sendir hann yfir á Robba sem sækir hann inn á miðju. Aggi fær boltan og Ómar tekur hann fangbræða taki og hann fer hvorki í löndin strönd. Þetta ekki hlutur sem þú vilt alveg vera að gera þegar þú ert með Ómar annað fyrir fram að þig. Nei. Jæja. Robbi sækir á Gunna, kemur inn á miðju með skot sem Bogi bara tekur held ég. Nei, þeir þora ekki að skjóta á ramman. Bogi allstaðar í markinu. Þetta núðlusúpan sem hann borðaði fyrir leik. Fyrir þá sem eru með IF Milan snappi þá borðaði Bogi núðlusúpu fyrir leik og hann sagði að hún væri virkilega öflug og góð fyrir leiki. Það greinilegt að það rétt bara. Jæja, þá Gunnar Ingi, Atli og Hlynur Steinn og fintar Agnar Smára alveg. Jæja, Aggi þarf að reyma skóna núna. Ósáttur með sjálfan sig og þá kemur Aggi og hleður í hennar sleikju. Svara fyrir sig með þessu. Já, hann þurfti að bjarga brotnu sjálfstörsti. Jæja. Hlynur búinn að vera gífurlega flottur í þessum leik og hefur ekkert gefið þessum stórstjörnum eftir. Nei, það þýðir ekkert. Jæja, þá Hlynur með hann út í vinstra megin, Atli með hann á miðunni og Gunnar Ingi út í hægra megin og Gunnar Pálla og í hægra horni og leysir núna inn. Hlynur fær boltan, stoppar, sendur á Atla, Atli yfir á Gunnar. Gunnar sækir á og Atli, hvað gerir Hlynur? Já, sækir á, sendir yfir á Gunnar, Gunnar kottu á, ok. Hlynur. Hlynur fór bara í vitlaus átt, já, klauðalegt. Nei, það boltinn inn á. Og glæsileg vörn hjá Gunnar, hann var bara mættur. Já, IBF fór í hraðaplaup og Gunnar Ingi var snegstu tilbaka og kom bara á mætti. Braut á honum. Já, þá IBF komið í sóknleiði með 3 mörkum 17-14 þegar 6,5 mínúta liðin af seinni hálfleik. Já. Og svona á HM þá verið að flauta til byrjun framlengingar. Já, og Aggi með enn eitt skotið á mark. Þessi maður virðist bara skora vild í dag. Já. Það nokkurn veginn allt inni sem fer á markið. Hann komið með 5 eða 6 mörk úr jafn mörgum tilraunum held ég. Þá voru Mílamenn í sókn og það Gunnar og Atli, Hlynur og Gunnar. Sendur á Gunnar og sendur á Gunnar og Gunnar fær boltan og Atli, Gunnar og Hlynur og það hljóða vítakast. Já. Fýtt kraftur í þessu hjá Hlyn. Kom hann bara á meiri ferðinni og fór á milli 1 og 2 og þeir voru að verjast innan teiks. Huldumadurinn Ágúst Emil og þá fer Gunni aftur á línuna og Gunnar skorar. Gunnar Ingi Jónsson búinn að setja 2 mörk og 2 skotum á vítalínunni. Hann hefði betur tekið víti á Króutum áðan. Þegar Zlatko Horvat klikkaði. Jæja, þá IBF komið í sókn og fyrir þá sem sjáum virkilega vel þá Ketill Heiðar Hauksson komin úr uppbytunartreyjunni. Við gleðjumst yfir því. Jæja, Hlynur kemur hérna vasklega út og það eru aðra 2 mínútur á Hlyn. Aðra 2 mínútur, hann full ákafur. Mjög fastu fyrir. Basti skilur ekkert í þessu. Það gæti nú tengst því að Róbert nikkir inn aftur haustnum þegar höggi kemur, þannig að það lítur út fyrir að Hlynur slá hann í andlitið. Já, hann sló hann í hálsinn, vill ég meina. Ég held að þetta séu réttilega dæmda 2 mínútur. Jæja, það enn katastrófan á klukkunni. 8:06. Eitthvað hlúður í gangi hér. Við skiptum yfir á HM, hver staðan þar? Það 22-22 og það eru 52 sekúndur, 54 sekúndur liðnar af fyrirhluta framlengingar. Já, og normenn voru að fá 2 mínútur. Já. Þeir virðast alltaf að byrja þetta bara. Já, þá búið að leysa vesinnið á klukkunni. Jæja, Dagur og Robbi. Dagur kemur og klippir Agga og Aggi sendir aftur á Dag og þetta var virkilega klaufalegu varnarleikur hjá Mílamönnum. Já, vantaði rosalega mikið upp á fæsluna þarna. Já, og Mílamenn geysast upp öllin. Það eru Gunnar og Atli og Sævar.
Ómar er kominn niður í hornið, leysir inn, sjáu þið ferðina á manninum. Jæja, og Gunnar sendur á Alla, Sævar út í vinstra megin, Gunnar Páll kemur út á færan, Atli fær hann á miðunni og Atli tekur dripplið og bara Sesam opnist þú og svo bara skaut hann beint í markmannin. Og Róbert sækir á, sendur Oliver. Hornin. Og Oliver skorar, kloppa Boga. Það er erfitt fyrir Boga að verja þegar það er ekki neinn vörn. Líka ef að menn ætla að vera að klúðra á svona færum eins og Atli fór með hérna áðan. Jæja, 20-15 fyrir IBF. En gaman að segja frá því, en nú er Ketill Heiðar Hauksson búinn að koma sér vel fyrir á bekknum og sýnist hann alveg vera næsti maður inn. Það sýnist mér, ég sé ekki betur. Jæja, Gunnar Ingi sækir á og Atli fær hann á miðunni. Sævar Ingi út í vinstra megin, tekur yfirhandafintuna og það er enn eitt vítakastið. Döpu vörn hjá Agnari Smára. Aggi virðist ekki vera að ná að taka þessa menn utanvert. Nei, hann er ekki alveg að finna sig varnarlega eins og hann er búinn að vera öflugur sóknarlega. Jæja, þá er skipting í markinu. Það er Bjarki Svavarsson. Jæja, Gunnar Ingi. Hvað gerir hann? Þriðja skipti. Og hann setur hann í stöngina. Bylmingsskot beint í stöngina. Já, og þeir keyra upp í IBF og Robby, hvað gerir Robby? Sendir á Dag, Dagur áfram og Aggi fær dauðafæri og hann skorar á nær. Og þá er Ketill Heiðar Hauksson kominn inn á í lið Mílanmanna. Stórstjarna Mílanmanna. Já, launaðista leikmaður deildarinnar. Án efa. Jæja, þá er Ketill Heiðar Hauksson í vinstra horninu, Atli Kristjánsson í vinstri skyttunni, Sævar Ingi Gíslason á miðunni, Gunnar Ingi Jónsson í hægra skyttunni, Gunnar Páll Júliusson í hægra horninu og Ómar Vignir Helgason á línunni. Jæja, Ketill leysir inn, leysir út aftur, Gunnar Páll leysir inn, Gunnar Ingi fær hann út í hægra megin, kemur og sendir á Ómar sem er galopinn. Og hann er peysunni klæddur úr skyrtunni, nei peysunni. Og það eru sjálfsögðu 2 mínútur. 2 mínútur og Agga sem kom þarna aftan á honum og reyndi að klæða hann alveg úr bolnum, það tókst reyndar ekki. Það sást nú lítill munur, hann er svo loðinn maðurinn, það sást nú varla þegar hann var kominn úr bolnum. Þetta er eins og mennsk lopapeysa. Jæja, þá er það Sævar Ingi Eiðsson sem ætlar að freista gæfunar á vítapunktinum. Og enn og aftur er það Bjarki Svavarsson á punktinum. Í markinu. Já, í markinu. Bjarki Svavarsson í markinu og Sævar Ingi í tónum og Sævar skorar. Bjarki var í þessu bolta. Jæja. Bjarki er ungur strákur úr Eyjum, fæddur 1999. Já. Mikið á ungum mönnum sem er að koma hérna fram í dag, en það ungmennalið IBF að spila gegn Mílunni þar sem að Sebastian Alexandersson er þjálfari og duglegur að gefa ungum mönnum tækifæri. Já, svona í bland með eldri og reynslu meiri mönnum. Já, þetta er fallegt. Eins og málsátturinn segir, ungur nemur, gamall temur. Já, og þá kemur Dagur Arnarsson í skott og Bogi kemur engum vörnum við í markinu. Dagur er farin aftur og þóra að skjóta á Boga eftir að Bogi tók hann frá honum 2 bolta. Og þá ætla þeir bara að stilla upp með 2 línur, Mílamenn. Ketill í horninu og Atli Kristjánsson vinstra megin í skyttunni. Sævar Ingi í hægri skyttunni og Gunnar Ingi í horninu. Jæja, og þá kemur Atli sækir á. Sævar fer í gegn og skorar. Einfalt og þægilegt. Já, og hefði nú viljað sjá vörn IBF bregðast nú betur við þessu. Já, þeir eru einum færri. Þeir eru einum færri, kallanir. Já, gefa nú kannski frekar hornið inn í staði þess að hleypa inn manni í svona auðveldara færi. En að vissu er Gunnar Ingi gífurlega skotviss, þannig það er spurning hvort að það hefði verið eitthvað betra. Þetta geti verið eitthvað leikplan, en núna vonum við til þess að sjá betri vörn hjá Mílamönnum, einum fleiri. Jæja, og Róbert kemur, klippir Huldumanninn inn, Huldumanninn kemur og sækir á Gunnar Ing og hann fer ekki neitt, smiður inn, hann heldur honum í heljargreipum. Róbert. Robby dripplar og Dagur og Robby aftur og þeir eru búin að vera í sókn heilengi. Kemur línusending sem er misöfnuð og hvað eru þeir að dæma? Fríkast, já. Nú er spurning hvort við förum ekki að fara að sjá hendina. Jú, hendi kemur upp, Jón Karl lyftir hendinni, Dagur kemur, fær hann hana, vinstra megin sækir á, Robby kemur og tekur skotið og þetta var framhjá.
Þeir fengu ekkert mark þarna, nei, þetta skot var framhjá, Bilming skot. Og Bogi vill nú meina hann hafi varið þennan bolta, ég sá það ekki, en þá Mílamenn konur í sókn og hvað gerir Atli? Atli sendir á línuna, Ómar skorar! Gífurlega vel gert hana. Þetta hinn íslenski Julian Agina Galde. Æja, IBVF komið í sókn. Róbert Aron. Æja. Ef við förum svona aðeins yfir á hvernig IBVF liðið stilt upp núna, þá var Ágúst Emil í hægra horninu, huldumaðurinn, Agnar Smári Jónsson í hægri skyttu. Það komið nýr maður á miðjuna, leikmaður númer 10, Baldur Haraldsson sem leysti hérna inn og þá kemur Aggi sækir á og hann skýtur beint tilbaka. Og svona aðeins að heimsmeistaramótinu þá staðan 24-24 og seinni hluta framlengingar var að hefjast. Já, þá höfum við það. Ef við höldum áfram að fara yfir lið IBVF þá ennþá fyrir aftan í vörninni, hann hefur nú ekki komið í sóknina, það hann Bergvin Haraldsson. Það spurning hvort að Bergvin og Baldur Haraldssoni séu bræður, ég veit það ekki. Ef þeir eru bræður þá eru líklega samfeðra og hvað af hverju hann að dæma? Já, hann dæmir skref. Það var einkennilegu dómur. Já. Það nú annarkvort bara vilja sjá víti eða mark hana en. Já, og sending yfir á Gunnar og Gunnar kemur í yfirhandafittuna og skorar. Virkilega vel gert hérna hjá Gunnari. Já, Ólafur Magnússon ekki alveg að finna sig í vörninni. Og þá IBVF í sókn. Dagur, Agnar, yfir á huldumannin. Og leikmaður númer 13 kemur inn á Páll Eidal, hann fer inn á línuna og Baldur Haraldsson, hann kemur á miðuna. Og Róbert úti vinstra megin og Óliver í vinstra horninu og Agnar Smári úti hægra megin og í hægra horninu Ágúst Emil huldumaður og þá kemur Aggi skot í slána, það ætlar enginn að reyna að ná þessum bolta áður en að fyrir út af. Ketill langt fyrstu fram, fær erfið að senda, nei og hvað býtu, hvað eru dómararnir að dæma? Já, þeir dæma 2 mínútur á huldumannin og svo hvað? Síðan virðist Agnar Ingi liggja eftir. Agnar Smári? Agnar Smári. Já, það er það sem þeir eru að dæma. Já, hann hefur verið að kvenka sér eitthvað hann í nárunum, að mér sýnist. Já, eitthvað. En mér sýnist svona á öllu að það sé víti. Já. Hjá Mílamannum, jú. Já, þetta var hörku sending og það náttúrulega gerist, ég hef bara aldrei séð Ketill klikka og ekki grípa boltan, þannig að þetta var bara klárt. Og Sævar tekur það á fyrsta tempo og skorar 23-20 og IBVF menn einum færri og Agnar Smári meiddur. Það er spurning hvort að við fáum hérna spennu í þetta í lokin. Æja. Svo aðeins að heimsmeistaramótinu þá staðan 26-25 fyrir Normunum og það eru 2,5 mínúta eftir af síðar hluta framlengingar. Já, gaman að því. Jæja, þá IBVF í sókn. Baldur sendir á Óliver og Robby kemur hann út í vinstra megin, sendir hann á Baldur á miðjunni, Baldur klippir Daginn, Dagur sendir hann yfir á Robba sem ennþá vinstra megin og Dagur kemur og fintar sig fram í Ómari, fær Ketill í sig, sendir á Baldur og Hermann Æsilega var hjá, ójó, nei. Og Róbert Aron var búinn að lesa þetta. Jæja, Atli ætlar að koma sér í vörn hægt og rólega. Já, hann komin í vörn, þá fer Baldur aftur á, nei, Baldur fer í vinstri skyttuna og Dagur út í hægra megin og Robba á miðjunni. Robby. Jæja, Baldur, Óliver fær hann og þá taka þeir hornajúka þar sem Robby kemur og sækir á, sendir hann í hornið. Gunnar búinn að loka ágætlega á Robba. Já, Baldur kemur, klippir Dagur og Robby fær hann á miðjunni og það er Hávertin sem tekur þetta. Gífurlega vel varið. Gunnar Ingi Jónsson. Það fer ekkert í gegnum þessar smiðishendur. Vanar að leika hamarinn. Dagur sækir á, þeir komast ekki neitt. Þetta búið að vera virkilega löng sókn og Dagur reynir að finta Ómar, gengur ekki og hendin komin upp og þá tekur Dagur skotið og það fer í stöngina. Jæja, og hvað gerir Ketill Heiðar? Herðu! Og það er fríkast. Ketill yfir á Gunnar, yfir á Atla. Já, Sævar vildi nú fá hann í horninu en þá stillaður upp.
Ketill finnir í 2 hornið og sekúndur Sævar á í miðjuna. manninni. Atli sendir hann yfir Og það er hornið. Ketill. Og Ketill setur hann yfir hausinn á honum. Þvílíkt slútt hjá manninum. Eins og ég talaði um áðan, þetta er einhver öruggasti slúttari sem hefur bara verið á Íslandi. Hann kendi Bjarka Má Elísinni að hausa. Ég segi það og skrifa. Jæja, 23-21. 17 mínútur og 40 sekúndur búnar. Og IBF í sókn. Jæja, Dagur á miðjunni. Þá er Huldumæðurinn kominn í hægri skyttuna, hann fintar Ómar hann ágætlega og Robbi með hann á miðjunni. Dagur og þeir mæta langt út og Robbi og hann skorar. Það er erfitt að eiga við Róbert þegar hann er kominn hann inn fyrir punktalínu. Já, hann er virkilega skotviss með öflugan úlið. Vægt til orða tekið, öflugan úlið. Gífurlega góður skotmaður. Já. Þá er það Gunnar og Gunnar leysir inn. Og Gunnar er með boltan og Sævar og Atli. Gunnar kemur út af línunni og Atli fær hann aftur og skelvileg sending hjá Atla. Hann er 1 gegn 3 og hvað gera þeir? Og nei, þetta var náttúrulega bara dapurt hraðaplöp hjá IBF. Jæja, róið þetta strákar. Og þá förum við yfir á HM. Það er staðan 27-25, það eru 40 sekúndur eftir og Króatar eru einum færri og voru hérna að klúra færi. Þannig að Normenn eru svo. Þannig að Normenn eru nú bara langt. Normenn eru bara líklega konum með þetta. Jæja, Mílan er í sókn, Gunnar kemur út af línunni, Sævar sendur á Atla, Atli findar sig fram á Degi og sendir yfir á Gunnar á línunni og þetta er vídeó og 2 mínútur. Jájá. Engin spurning þannig. Jájá. Normenn byrjar að fagna sigri hérna og virðast vera að sigla þessu. Jájá, 15 sekúndur eftir, 3 mörkum yfir. Jæja, Sævar Ingi fer á vítalínuna í 3. skiptið, hann er búinn að skora fyrir 2 mörk, hvað gerir hann núna? Og hann skorar. Skemmtilega gert hérna hjá Sævari. Jæja, 2 marka munur, IBF einum færri, 24-22 og 10 mínútur eftir. Jæja. Þá er Ingvar Ingólfsson kominn inn á, út í hægra megin. Róbert yfir á Dag hérna. Og Ingvar. Og Dagur. Dagur og Robbi. Dagur og Bergvin er á línunni. Jæja, Ólafur fær hann. Sendur hann að Robba. Dagur. Dagur kemur, fintar Ómar og þarna kemur Robbi. Robbi hlýtur að vera að leita skotinu sem hann fær, finnur, skorar. Svo að drekka vatn fyrir þennan mann. Jæja. Mílan komið í sókn, hljóta að ætla að minnka munin aftur núna. Ketill. Atli. Já, Basti lætur Sævar heyra það og Atli er með skot sem að vörnin tekur, það er hot. Jæja, þetta er ekki, ég hefði nú kannski vilja sjá spila boltanum aðeins lengur. Sem eru einum fleiri og hvað er Atli að gera? Jæja, Atli sendir yfir á Sævar og Sævar grípur hann ekki. Og þetta er næstu í tvígrip, hvað Bergvin, hann fer sjálfur og hann skorar. Þá er IBF komið 4 mörkum yfir. Þetta var gífurlega spes sóknarleikur hérna hjá Mílumönnum. Já, þetta er klaufaleg sókn. Já. Basti tekur Sævar út af. Og þá er Eyþór Jónsson kominn í hægra hornið. Næ, og Atli kemur út af og Sævar kemur aftur inn á. Jæja, Mílamenn eru ennþá einum fleiri, þeir eru að tapa þessum kafla með 2 mörkum þar sem þeir eru einum fleiri. Og Sævar sendir á Gunnar sem er með Bilmi skot í stöngin og út af. Jæja. IBF á boltan og 9 sekúndur í mannin, þeir spila hann væntanlega inn á. 4 marka munur og 10 mínútur eftir, eða 9 mínútur réttara sagt. Og Normenn komnir í úrslit gegn Frökkum á heimsmeistaramótinu. Huldumæðurinn í okkar hérna aftur yfir í hægri skyttuna. Eða skokkar á góður íslensku. Og þá er það Dagur yfir á Róbert. Dagur aftur, það er Júkin. Ágúst og þá kemur Robbi, stoppar og setur hann bara. Róbert er ekki að flækja hlutina mikið í þessum leik. Nei, hann gat skotið allsstaðar á markið þarna. Hermann er ekki sáttur. Jæja. Þá er Gunnar Páll kominn á miðjuna. Já, ég er ánægður að sjá þetta. Jæja, Sævar úti hægra megin, Ketill leysir inn
og Eyþór líka og Sævar kemur í fintuna, yfirhanda fintuna og skorar, setur hann á nærhornið. Hann með gífurlega sterkar fintur hann að utanvert Sævar. Já, Erfitt að stoppa þetta. Jæja, og huldumadurinn Ágúst og hann skorar. Hermann augljóslega ekki sáttur við þetta hanna. Og Basti tekur leikli. Staðan 28-23 og 8 mínútur eftir. Jæja. Leikurinn er komin í gang og Mílan er með boltan. 5 mörkum undir, 8 mínútur eftir og Hólmar fekk ósina uppfylta. Hlynur er komin aftur inn á. Gunnar Páll kemur, Hlynur sækir á, striplar og Bergvin tegir vel á treyjunni. Jæja, Eyþór dómarinn sjálfur verður að koma sér út fyrir punktalínu áður en fríkastið tekið. Kjell leysir út. Hlynur, Sævar, yfir á Gunnar. Yfir á Gunnar. Sendiði á... Nei, hvaða... Þetta var furðuleg tilraun en samt góð þrátt fyrir það. Jæja, Sævar sendur á Hlyn. Hvað gerir Hlynur? Sendur á Sævar. Og Sævar fer bara sjálfur og skorar. Flott þetta hana hjá Sævari. 28-24. Og Eyjamenn í sókn. Dagur yfir á Huldumannin. Og þá er Gísli Frank kominn inn á í vörnina í bakvörðinn. Og Sævar skiptið við Ómar. Eitthvað verið að þurrka gólfið hérna, jú. Virðist vera eitthvað bleit á því. Já. Þá eru moppumennirnir 2 kominir að moppa. Önnur moppan er aðeins löskuð. Þetta eru 2 ungir hennamenn. Annar er verðandi söðlasmiður. Jæja. Þá er IBF komið að stað. Þá er Baldur kominn hana í hægri skeytuna. Já, sendir á Dag á miðunni og Róbert út í vinstra megin. Baldur að Júkin yfir Robin á miðuna. Kemur hérna, og það er varið. Og þetta var nú kannski furðulegt að þetta var ekki fríkast. Og þá sendir hann á Hlynstein og Hlynur með. Fer bara, þetta er ekki fríkast, nei. Þá fara IBF í sókn. Ómar virðist nú eitthvað að kvenka sér hérna, en hann lætur nú að sjálfsögðu ekkert á sig fá. En það er mikill maður. Já, maður mikill vexti. Jæja, Róbert sækir á Gísla. Dagur með skoti, milli þeirra. Jæja, döpu vörn. Hermann kemur engum vörnum við. Og þá bara skora þeir. Staðan hérna 29-24 fyrir Eyjamönnum. Koma Gísli! Þá er það Hlynur yfir á Sævar. Og Sævar yfir á Gunnar. Yfir á Sævar aftur. Hlynur, Sævar, Gunnar sækir á. Nei. Sendir hann í blindni þarna. Þetta er búin að vera afleitar sendingar hérna hjá Mílamönnum. Og Róbert enda með boltan og hann skorar.
og það er enginn í marki. Hermann allt annað en sáttur með sína menn. Já, lengi tilbaka og Basti tekur annað leikliða. Skiljanlega, þetta allt gengið á afturlöpunum hérna í þessum hluta leiksins. Já, Mílamenn eru ekki búin að vera að sýna sitt rétt andlit. Það vantar svolítið svona baráttu og hraða í þeirra leik. Svo eru þeir einnig að gera bara klaufamistök sem þeir hafa nú ekki oft verið að gera, þannig að það er spurning hvort þeir ná eitthvað að minnka muninn í lokin. En staðan er 30-24. Ég er nú ekki alveg klár á því hvernig markaskorun skiptist, en við getum allavega sagt að Róbert er komið með helling og Agnar með sennilega aðeins minni helling. Já, þeir eru svona með svipaðan helling og svo dreifist það svolítið jafnt, sko. Sævar er búinn að vera drjúgur fyrir Mílamenn og Palli var öflugur hann í byrjun, hann hefur nú ekki komið inn á í svolítið tíma. Spurning hvort við förum að sjá hann aftur. Fáum að sjá hann aftur núna inn á. Já, það eru 5 mínútur eftir á leiknum og það getur nú allt gerst í handboltanum. Já, en þessi leikur er náttúrulega, þetta er stórleikur, það eru nokkur heimsmet eða Íslandsmet allan sem hafa fallið hér í dag. Þetta er langdýrasta fyrstadeildalið sem hefur spilað, þetta er langdýrasta ulið sem hefur spilað og ég held að þetta sé áhorfandamett líka. Á föstudagskvöldi klokkan 9:30. Er það ekki bara? Ég held við getum alveg verið sammála um það. Jæja, Mílan er komið í sókn, Sævar er á miðjunni, Traust er út í hægra megin og Hlynur út í vinstra megin. Jæja, hvað gerir Hlynur? Tekur fintuna og fríkast. Ég vil bara sjá Hlyn fara í lofti og skjóta þegar hann er komin svona nálægt punktalínu. Það er bara rugla að vera eitthvað að fara nær og hvað gerir Trausti, kemur hægt á, sendar niður á Hlyn, Hlynur sendar á Sævar, Sævar kemur, klippir Hlyn og Dagur virkilega góð vörð hjá Degi. Já, nærðan að slá í boltanum leið og Hlynur stingur niður. Og glæsilegt feik hérna. Já, dómaranum sjálfum. Sævar skemmtilega send. Nei, Gísli hann á að grípa þetta. þetta. Já, hann á að grípa þetta og þeir eru eldfljóti fram og ótrúleg sending hérna. Þetta eru 2 mínútur á. Nei, hann sleppur. Það var nú virðist alltaf að sleppa hann við þetta. Já, ég hefði dæmt 2 mínútur á þetta sjálfur. Já. Gísli sló hérna, eða kannski sló ekki, en svona gerði sér líklegan til þess að brjóta á Bergvinni þegar hann var hérna í algjöru dauðafæri. Hafði sjálfsagt einhver áhrif á hann, en já. Trausti hérna með boltan. Já. Sævar. Ketill leysir inn, Hlynur, sendir yfir á Trausta, flott setting. Og Trausti skýtur í Bergvinn og inn. Þannig bara þannig. Jæja, Basti kemur með þau skilaboð að Ketill er ekki að leysa inn, þeir vilja bara hafa hann í horninu, hann getur farið inn á demantnum og skorað þessi maður. Enda oft eru kallaður klíningavélin. Já, hann er orðaður við Vesprem þessa dagana. Byggust mark við því að hann myndi fara bara strax í janúar, en þeir voru ekki tilbúinir að borga upp samningin hans hjá Mílani. Nei, enda er það frekar dýrkeypt fyrir menn Vesprem, en IBF henni svo, taka Kairó. Já, línumæður kemur út, fær boltan og Baldur fær boltan, sendir hann beint yfir á Rópa og sendir hann niður í hornið og hann fer bara inn og það er sirkus og það hljóta allir að vera búin að gera sér grein fyrir löngu síðan að þetta var sirkus. Hann var aldrei að fara inn úr þessu færi sjálfur. IBF menn eru orðnir virkilega kókraustir, enda eiga þegar það skilið illarlega, enda er 7 marka munur og 3 mínútur eftir. Hlynur, Sævar, yfir á Traust og Trausti á rétt svo halda þessum bolta og hvað gerir Sævar? Hann kemur í yfirnáttafytuna og skorar. Af hverju er þetta ekki mark? Það veit ég ekki. Þetta er virkilega spes ákvörðun dómara, en alltaf Sævar með boltan, kemur snúningsvinduna, þetta er vít, nei. Ok. Jæja, nú skulum við bara spila boltanum, strákar. Ketill yfir á Sævar. Við erum nú bara vilja sjá Ketill fara í skoti þarna. Jæja, Trausti, sendir hann yfir á Sævar. Sævar inn á miðju, sendir hann á Gísla. Gísli valla grípur hann og það er víti. Já. Þá hljóta þetta að vera 2, nei. Huldumarinn Kveðsnú samt sem hafa ekki hafa staðið inn í tegnum, en nei.
það gerir það enginn. Þá er Eyþór kominn á punktinn. Jæja, hvað gerir Eyþór Jónsson? Bjarka. Ætla hann taka hann í hnéð eins og Jón Karl gerði og Nei, Eyþór skorar. Hann tók ekki Jón Karl skotið. Gífurlega örugt hann. Og hann tekur og fagnar vel á bekknum. Jæja. Þá eru IBVF sókn og inn á kominn hornamaður númer 44. Það er Friðrik Magnússon. Já. Friki kallinn kominn í hornið. Jæja, Robben með boltan. Dagur sækir yfir til hægri og Trausti, frábær vörn hjá Trausti. Trausti var bara næstu búinn að fá skref á dag. Dagur gerir þetta glæsilega, fintar hlinn og skýtur auðveldlega yfir Gísla, full auðveldlega. Jæja, nú vil ég fara að sjá Ketil inn úr horninu. Það má vel henda sirkusnum inn, það sem Ketill býr yfir gífurlegum stökkkrafti. Já, hann svífur þessi maður. Jæja, Trausti með boltan, Sævar og Hlynur, Sævar, Trausti og klippir Eyþór inn og Trausti fer bara sjálfur og markmaðurinn verður þetta og Gísli vippar yfir hann. Gerir þetta lista vel hann Gísli. Jæja. Þetta var vel gert. Jæja, IBVF sókn, það er 40 sekúndur eftir, 33-27 fyrir IBVF, ef ekki að Og það er Friðrik Magnússon að skora úr sínu fyrsta skoti í leiknum. Já. Flott innkoma hjá þessum dreng. Þá eru Mílumenn komnir í sókn, 20 sekúndur eftir. Það er Hlynur, yfir á Sævar. Trausti með boltan, Sævar. Nei. Léleg sending, það eru 10 sekúndur eftir, Eyþór drífur sig, jæja, Traustir og Hlynur. Nei, þetta er bara ruðningur. Algjör ruðningur. Jæja. Og þá flauta og IBVF menn sigra með 7 mörkum, 34-27. Glæsilegu leikur hjá þeim og við viljum minna ykkur á næsta leik, fyrsta leik Selfyssinga í meistaraflokki karla eftir áramót. Hann er gegn Gróttu hér í Vallaskóla á fimmtudaginn 2. febrúar klukkan 19:30. Já, og við búumst að sjálfsögðu við stórleik þar. Já, fullu húsi. Staðan í deildinni þannig núna að Selfoss er í 5. sæti, 1 stigi fyrir ofan IBVF og svo þar fyrir neðan koma Grótta, Stjarnan, Fram og Akureyri, öll í einum hnapp. Þannig að þetta er mikilvæga leikur upp á stöðuna í... Virkilega mikilvæga leikur bara fyrir bæði lið. Þannig að, og svo náttúrulega verður stórleikur í Eyjum mánudaginn eftir það, mánudaginn 7. þar sem að Selfyssingar fara til Eyja og heimsækja IBVF, aðalið, ekki U-lið. En ég, Árni Geir Hilmarsson, þakka bara kærlega fyrir mig í kvöld. Já, og Hólmar Höskuldan gerir það líka. Og við bara vonumst til þess að sjá ykkur aftur í sjónvarpinu. Já, bara eigi góða stundir. Já.